spila verk eftir örugglega frægasta undanfari í heiminum. Það Wolfgang Amadeus Mozart, sem einn af þremur stærstu meisturum tónlistarsögunnar. Hann byrjaði á klassíska-tímabilinu og hann heimsfrægur í dag fyrir að hafa samið margar og háttvirtar sinfóníur sem eru einfaldari, kannski ekki svo einfaldar þegar við skoðum þetta. Og það eru næstum því allar sinfóníur í dúr, allar nema 2 og það eru báðar G-mál. Og það er ofta við á 25. sinfónían sem ofta þetta litla G-mál sinfónían og svo er þetta stóra, það er 40. sinfónían og hún samin fyrir flautu, óbó, klarinett, horn og fagorn og svo heila strengasettið viðbót og það er fyrstu fyrir víolur, cello og kontrabassar og það orðnar býsna margar taktir til að spila á 10 hlutum. En fyrst að það er ekki hægt að spila á eina, þá aftur ekki það á 2. Þannig að ég ætla að biðja Jónas Ásgeir Ásgeirsson að koma inn á svið og spila með mér 40. sinfóníu Mozarts, fyrsta hluta G-mál.
Og þá var því aðeins að fara út af því sem ég var að segja áðan og ég var að spila á útsettar. Því að næsta lag er frumsamið fyrir harmoníku og þá það samið 2000 og það erum við komin í 21. öld. Ég valdi þetta verk til að spila hérna af því að það ekkert lag annað sem ég þekki sem að sýnir betur hæfni þessa hljóðfæris, hvað þetta að gera með þetta. Það bara kraftatæki sem ég þetta. En þetta eftir spanska harmoníkusnillingu Tom Scott sem heitir Gorka Hermosa og lagið fjallar viðkvæmni. Hvað við erum öll viðkvæm, hvað heimurinn og allt í kringum okkur svo viðkvæmt og það sýnir þessi þáttinn læginu á mjög vístarlega hátt. Þetta mjög viðkvæmt lag sjálf, þannig að við þurfum að hafa eins mikið hljóð mögulega getið, þó það sé kannski skrítið eftir hlægið þessum köflum. En þetta heitir þá Fragilissimo, eða mjög viðkvæmt á íslensku, eftir Gorka Hermosa og svo ætla ég að auðvitað að það smá hlé eftir þetta verk, einhver smá tíma. Þannig að Fragilissimo eftir Gorka Hermosa.
Það hófst svona upp úr aldamótunum 1800 og fylgdi þá svipuðum stefnum og bókmenntastefnan, róttæka bókmenntastefnan sem var viðvarandi í Evrópu á svipuðum tíma og skiptin frá klassíska tímabilinu yfir í rómantíska gerðist frekar hratt og þau voru frekar líðandi og engin svona ekkert ákveðið átal sem hægt en það var eitt tónskáld sem að flestir eru sammála að það hefði látið mestum áhrifum á þessu tímabili og það annar meistari tónlistarsögunnar sem við ætlum að spila í kvöld sem að heitir Ludwig van Beethoven og hann náttúrulega frægur að hafa lifandi goðsögn á sínum tíma vegna þess að hann var svo nýr. Hann tókst að skipta stefnu á svo flottan og flestan hátt og svo líka var hann eins og hann frægur í dag fyrir að hafa samið einn mestu meistaraverk tónlistarsögunnar þegar hann var alveg heyrnarlaus og orðinn heyrnarlaus. En ég ætla ekki að fara alveg svo sett að ég ætla að fara aðeins fyrr þar sem hann var fertugsaldri og þá hann farinn að missa heyrnina og tilfinningalífið hans orðið frekar slæmt út af því og þá kemur þetta verk. Hann sátti mest undir klassískum áhrifum en þarna kemur fyrst fram að það var svo að fólk viti til að miklu reyti að þarna kemur fyrst fram æpandi rómantísk áhrif og það þessum glestu tilfinningum og tilbrigðum sem hann hafði í þessu verki. En þetta örugglega eitt mest spilaða sinfóníuverk allra tíma og það sérstaklega frægt út af þessari frægustu byrjun af klassísku verki allra tíma. Það örugglega verki sem við fallum að kvarta fyrir fara, þannig ég ætla bara að byrja að kynna Jónas Ásgeir Ásgeirsson aftur inn og við ætlum að spila saman 5. sinfóníu Beethovens fyrsta hluta í sinfóníu.
ykkur að breyta aðeins. Það þessi verk sem við erum að flytja, þeir sem eru útsett við harmoníku, þeir eru flest útsett af einhverjum misþekktum Íslandstjáls harmoníkuleikurum. En núna ætla ég að gera þá frumraun að leika nokkrar, tvær útsetningar eftir sjálfa mig á stærri verkum fyrir harmoníku. Og þetta þá frumflutningur á þessu næsta verki sem ég ætla að flytja og það frá Bandaríkjunum, saman 1938 og tilheyrir þessum á 20. öldinni, en mig langar til að kalla þetta síðromantík af því að þetta ber svo mikið einkenni þessara stefnu. Það orðið í dag að eina sorgarsálmi hinnar armensku þjóðar og þá sérstaklega í tengslum við fall Tvíburastyrjaldarinnar 2001 þar sem það var sérstaklega spilað í minningar þeirra sem fórust þar. En þetta útsett fyrir strengjasveit og það hægt eins og það kannski fara í það. Ég ákvað að taka þetta verk af því að þegar ég var að plana tónleikana mína fyrir löngu þá hugsaði ég, mig vantar eitthvað þáttækt. Mig vantar eitthvað blítt til þess að standa á móti öllu þessu stóra sem ég kæmi til að spila. Og þá datt mér þetta lag í huga því þetta var örugglega það sem ég hefði hugnast best að spila. En þetta fyrir strengjasveit og það hægt eins og kemur í einlægum titli lagsins, en það heitir Adagio for Strings eftir Samuel Barber og í sóló útsetningu fyrir harmoníku eftir Sólveig. Gjörðu svo vel.